Komið sæl, gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. Ég heiti Sólrún og sálfræðingur á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og ætla að segja ykkur aðeins frá svona hvernig sálfræðiþjónustan núna. Ég get kannski ekki tala fyrir land allt, en svona hvernig hún hjá Heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu, sálfræðiþjónustan í mæðra- og ungbarnaverndinni. Eins og Agnes kom inn á í morgun, þá eru núna sem betur fer sálfræðingar á öllum heilsugæslum HH, sem 15 talsins, þeir eru ekki allir í fullu starfi en þeir eru sálfræðingar við allar stöðvar og þeir sinna fyrst og fremst þessum aldurshópi 0 til 18 ára og þar með talið þá konum í mæðravernd og á fyrsta ári eftir barnsburð. Og aðgengi þannig að þú fær tilvísun frá lækni til þess að fá tíma hjá sálfræðingi, en í raun og veru þá á tilvísun kannski uppruna sem yfirleitt hjá ljósmæðrum eða hjúkrunarfræðingum í þá, eins og segja, mæðra- og ungbarnavernd, því þær eru svo góður í stöðu til að finna þessar konur. Konur geta líka komið og þær sem ræða við sinn heimilislækni og hann metur þá þörf á tilvísun til sálfræðings. Ég ætla aðeins að tala betur svona það ferli á eftir. Við erum líka farin af stað með hópnámskeið fyrir konur á meðgöngu. Við höfum verið svolítið tíma með svona þessi hamnámskeið, almennámskeið í hugrænni atferlismeðferð fyrir 18 ára eldri, en sáum að það væri svolítið þörf á kannski sérhæfðu námskeið fyrir þennan hóp, konur á meðgöngu. Ég ætla líka að segja eitthvað betur frá því. Og við byrjuðum með þessi námskeið í fyrra, haustið 2016, og hafa gefist vel og hafa líka svolítið hjálpa til við svona stytta biðtímann til sálfræðings, því að sumar konur kannski þurfa hópnámskeiði mögulega bara nóg, en aðrar þurfa og vilja frekar einstaklingsviðtöl. Það er líka mjög jákvætt að það er farið að skima fyrir vanlíðan í bæði mæðravernd og ungbarnavernd. Það hefur verið gert svolítið tíma í ungbarnaverndinni, þá við í 9 vikna skoðun, ungbarnaskoðun, en það er líka farið að skima í mæðraverndinni yfir 16 vikur. Helstu ástæður tilvísana eru kannski fyrst og fremst kvíði og þunglyndi, og það er þá kvíði, við sjáum mjög mikið af tilvísunum vegna kvíða. Kvíða yfir því að standa sig ekki nógu vel í móðurhlutverkinu, kvíða yfir þessum svona kröfum kannski samfélagsins, kvíða fyrir fæðingunni, mjög mikið sumar kannski erfiða fæðingarreynslu að baki, og svo þunglyndi, og þunglyndi fylgir oft þetta áhugaleysi á barninu, og þær eru hræddar þessa skort á tengslamyndun, en eru kannski bara áhugalausir bara svona almennt lífið og þar með talið kannski barnið og væntanlega fæðingu líka. Og það er þessi streita, og ég velti stundum fyrir mér þessi áhrif nútíma samfélags, þar sem að þessi svona glansmynd á samfélagsmiðlum, því við getum fengið svo mikið upplýsingum núna hvað þeir aðrir eru að gera, hvernig þeir hinir eru að standa sig, og einhvern veginn það er rosalega mikið af svona flottum lífstílsbloggurum, líka íslenskum sem og erlendum, sem að eru með greinilega mjög flotta ljósmyndar á sínum snærum og líta rosalega vel út, og þetta eru svona ungu konurnar sem koma til okkur að bera sig saman við og hafa miklar áhyggjur af því að það sé ekki standa sig nógu vel og sé ekki ná að mauka matinn nógu vel og hitta þetta, og ammælin svona sem birtast okkur á samfélagsmiðlunum, fyrstu ammælin oft mjög svona grand, og eins ég má litla kúlu, ég má stóra kúlu, og svona hafa jafnvel ágjör eins og segja því að standast ekki nógu vel, ég mun ekki ráða við þetta, og fara þá að misvið, eins og segja, fela kannski umönnun barnsins til einhverja annara, því það er svo hræddar að þær kannski ráða ekki við þetta. En þetta er svona það helsta sem við erum að fást við. Og það er svo sem búin að tala svo mikið það kannski í morgun, að hverju skiptir þetta máli, eins og Anna María kom inn á, eins og það kom inn á fyrir hádegi, þetta skiptir gríðarlega miklu máli, og við viljum meina að ómeðhöndlað getur kvíði og þunglyndi haft mikil áhrif á börn, og kannski, en þetta er náttúrulega flókið samspil, og það getur verið að konur sem finna kannski fyrir kvíða og þunglyndi hugsa kannski verið sig, sækja kannski frekar í reykingar, áfengisneyslu, hugsa ekki vel kannski blóðsykurinn eða eru með sykursýki, eitthvað slíkt, og það hefur áhrif. Verndandi þættir geta líka hjálpa til, hvernig stuðningsnetið, en það mikilvægasta er kannski að veita meðferð, og mér finnst þetta svolítið vand með farin umræða vegna þess að konur googla svo mikið í dag og vita svo mikið og koma oft til okkar með svakalega mikinn kvíða yfir því að vera svona kvíðnar.
og hafa lesið það hvað streita getur haft mikil áhrif og jú, við vitum það að streita hefur áhrif á fóstur og jú, sérstaklega svona sjúkleg streita og áföll og annað og líka annars konar kvíði og þunglyndi en eins og ég segi að það getur jafnvel, þessi vitneskja hjálpar ekki alltaf til og það svona já, þannig að við erum svona líka svolítið að reyna að styrkja þessar konur og svona normalisera sem maður segir og reyna svona að hjálpa þeim að slaka og hafa ekki ómiklar áhyggjur af þessu. En fyrst og fremst þurfum við að finna þessar konur og veita þeim viðeigandi meðferð. Það er svona okkar áhersla. Og passa upp á sko bara hvíld, næring og svefn og við erum í mjög góðu samstarfi við ljósmæðurnar, við hjúkrunarfræðingarna, við læknana og eins og ég segi, oft þetta svona þessi atriði, ert að sofa nóg og eins og við vitum, bara fyrsta árið eftir barnsburð, það er bara oft mjög krefjandi og við erum bara að finna praktiska leiðir, getur þú fengið pössun einhvers staðar, getur þú sofið einhvers staðar annars staðar innan nótt og auðvitað er þetta, erum við líka að efla þessar flottu stéttir sem við erum með á heilsugæslunni, hjúkrunarfræðingarna, ljósmæðurnar sem vita svo heilmikið og við höfum verið með fræðslu geðheilsu fyrir þessa hópa. En við viljum alltaf hafa lækni sem kemur að málinu því stundum þarf þá að skoða með lyfjagjöf eða einhver úrræði sem einhver lækni getur vísað í. Þannig við reynum alltaf að fá þá að hverju máli. Og við erum svona vísir að teymisvinnu, við þurfum svona við viljum gera betur þar að hafa meiri samfellu í þessu þannig að þetta er ekki sömu konur sem þú hittir í þá mæðraverndinni og ungbarnaverndinni en þú ert kannski búin að mynda þetta svona trausta samband við einhverja við ljósmóður þína og kannski vilt halda því áfram að minnstakosti að fagfólki sem kemur á mannskjörnum sé að tala sama tungumál. En það var innleitt nýtt vinnulag í mæðraverndinni var þróað í fyrra og var sem sagt svona sett á laggirnar í fyrr á þessu ári og það er vinnulag þar sem fylgir klínískum leiðbeiningum og það er spurt líðan í fyrstu komu og það er líka spurt og það hefur verið lengur, það sem er spurt ofbeldi í nánu sambandi og það er ekki spurt ofbeldi nema ef konan kemur sem sagt ein og það er spurt líðan í fyrstu komu og unnið svo út frá því eftir hvað kona segir, en svo er fast skema fyrir þunglyndi og kvíða með EPDS-listanum og GAT7 listanum sem skema fyrir kvíða við þá 16 vikur og síðan er stikkskipt þjónusta út frá því og við reynum svona að beina þá, reyna að hafa svona skilvirkari þjónustu og beina konunum í þau úrræði þar sem henta best og einn möguleiki ef við erum að tala bara vægari vanda þá getur það verið bara að koma í þéttari viðtöl og reglubundi viðtöl til ljósmæðra og þær hafa mismikið svigrúm og við erum svona eftir að skoða hversu mikið þetta nýja vinnulag, hversu mikið það er að auka álagið á þær, eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur, en það er einn möguleiki. Þær eru mjög vel stakk búnar til að styðja þessar konur og þær treysta þeim oft mjög vel. Síðan er þessi námskeið fyrir þungaða konur sem ég ætla að segja hans betur frá. Ef að það er ekki nóg nægjanlegt, þá er þetta að vísa til sálfræðingar stöð. Það er líka ekki allir sem að vilja koma í hóp, sumum líður ekki vel með það að vera í hóp og ég man eftir konur sem hefur kannski bara það að heyra sum við svo gott að vita að aðrir séu sömu stöðu en aðrir fyllast kvíða og fá upplýsingar allt hitt sem gætu vera með kvíða út af í svona hóp og síðan er það ef það er ekki nægjanlegt að þá er það tilvísun ef vandinn er þá alvarlegri tilvísun í viðeigandi úrræði og við reynum að vera alltaf með samráð sá aðili sem kemur að móðurinni, ljósmóðurinn, hjúkrunarfræðingurinn, sálfræðingurinn, læknirinn hvað hentar og vísum á milli þannig að við getum vísa til dæmis ljósmóður getur síðan sagt nei, þetta er ekki nóg hjá mér og vísa þá í viðeigandi í hópmeðferð og stundum í hópmeðferðinni sjáum við hún er of veik fyrir þennan hóp og vísum þá í önnur úrræði. En þessi hópmeðferð er í grunninn þessi meðferð sem við búum að vera að keyra í kannski langan tíma, fyrst á Landspítalanum og síðan í heilsugæslunni, byggjur á því það er svona raunprófi meðferð sem hefur gefið góða raun, sérstaklega svona við þunglyndi og kvíða og við höfum það svolítið opið, við erum ekki með svona forviðtöl í þetta, það eru ljósmæður sem geta vísað, sálfræðingar og læknar í þessa meðferð. Við erum svona 15 til 20 konur hverju sinni, alltaf einhver afföll í svona hópmeðferð, hittum 6 sinnum, einu sinni í viku og eru svona 2 tíma með kaffihlé á milli.
og við erum, munurinn á þessu námskeiði og svona almennu hamnámskeiði þetta svona, við tökum dæmi sem sérstaklega ætlað þessum hópi en við vinnum þetta með ljósmóður og Ástþóra Kristinsdóttir ljósmóður hefur verið að keyra þessi námskeið og hannaði þau ásamt mér og fleirum. Þannig að við erum með 2 leiðbeinendur, samstarf milli sálfræðings og ljósmóður og þá líka verið að tala bara þessar væntingar, líðan á meðgöngu, líkamsmynd, tengslamyndun og svo framvegis. Og það hefur mörgum sem finnst óbúslega gott að koma í svona hóp og hitta aðra konur í sömu stöðu og í fyrra manni að það voru nokkri svona hópa sem stofnuðu bara sinn eigin svona Facebook-hóp í kjölfarið og höfðu stuðningar hvað annar í kjölfarið. Ég seti þetta sjálf spurningamerki við svo stóru Facebook-hópa sem konur sem eru mörg hundruð konur með svona misefnar athugasemdir. Við sjáum líka mikið að konum að koma, ég las þetta, er þetta eitthvað sem ég þarf að hafa áhyggjur af? Þannig að það er svona kostur og gallar við þessa blessuðu tækni. Já, og við metum, bara svo þetta ekki fram, við leggjum fyrir lista á meðan á námskeiðinu stendur og tjekkum svona á líðan kvenna reglulega. Og ef að þeim líður ekki nógu vel að þeir eru með kannski eitthvað sjálfskaðandi hugsun eitthvað slíkt, þá göngum við í málið. Það sem gengur kannski vel er að það er sálfræðiþjónusta, eins og ég segi, á öllum stöðum HH og það er svona tiltölulega nýlegt og ég myndi segja að það var svona frekar gott aðgengi að þessari þjónustu og yfirleitt ekki mjög löng bið og við erum að vinna, eins og ég segi, við erum að vinna í samstarfi við aðrar stéttir. Við vorum með nema úr HR í fyrra sem gerði svona mat á þessum ánægusmat á þessum hópnámskeiðum og það lofaði góðu. Það er ákveðin hópur sem hefur mikið gagn á námskeiðunum og annar hópur sem kannski hefur það minna og það er svolítið svona næsta verkefni. Þetta var kannski ekki mjög stórt úrtak en við höfum ekki verið á námskeiðin svo lengi í gangi en við þurfum svolítið að komast að því kannski hvaða hóp gagnast þessi námskeið best og hvaða hópur hefur meiri gagn á einhverjum öðrum úrræðum. Það er eitthvað sem við erum bara áframhaldandi þurfum að skoða. Hvað mætti betur fara? Ég hef svolítið velt fyrir mér hvort við eigum að þróa hópnámskeið fyrir konur á fyrsta ári barnsins. Við höfum verið að vísa þeim í þessa almennu hamhópa en þá kemur, en þetta er samt oft svolítið svona, en ég sé samt þetta rauða þráð í þessum hugsunum og tilfinningum þessara kvenna sem það er eiga sameiginlegt og svo er maður líka að velta fyrir sig bara stundum með flókið mitt að fá bara að fá pössun hreinlega en ég er svona velta fyrir mig hvort það getum verið eitthvað með námskeið sem maður getur tekið börnin með, ég veit það ekki alveg hvernig maður myndi útfæra það en það er svona eitthvað sem þetta velta fyrir sér og svo er það eins og hefur verið talað hvað með pappana eða hinnar mömmurnar eftir fjölskyldu gerð, magana. Parsambandi, við sjáum það líka mjög oft, það er mikil streita í parsambandinu á meðgöngu og eftir fæðingu og við reynum sálfræðingarnir stundum fá til sín pappana og bjóða þeim með ef að konurnar vilja eða fá makana með og það oft gefst vel en svo verðum við líka að hafa í huga að þeir sálfræðingar sem eru á HH núna eru margir hverjir til dæmis barnasálfræðingar með sérhæfingu á því sviði og hafa kannski ekki, þó þessi mjög færir, þá kannski vantar fullorðna sálfræðinga til að geta sinnt þessum hópi betur, til að geta tekið þá fjölskylduna, pörin og sinnt svona, sinnt þessum konum og fólki betur. Þannig að það er eitthvað sem ég held að sé mjög brýnt á núna næstu mánuðum og árum. Og að auka, eins og segi, teymisvinnu, það eru svona vísar að þessu, búið að tala mikið um þetta, en eitthvað sem þarf að hrinda í framkvæmd fljótar og betur að mínu mati. Ég myndi vilja sjá líka bara fleiri stjettir, ég stundum eins og bara, ég velti fyrir mig eins og félagsráðgjafa til dæmis. Oft er þetta líka svona praktísk vandamál sem þeir eru betur til fallnir að sinna. Þannig að bara samstarf teymisvinna og eins og segi, fjölga þessum fullorðins sálfræðingum. Það er svona það sem ég sé fyrir mér. Ég ætla að hafa þetta í styttara lagi því ég veit við vorum tæpa á tíma, bara aðeins að sýna ykkur þessar, við notum þessar myndir mikið á námskeiðum hjá okkur, þetta er Kos og Kaos, þetta er svona norskar Já, ég mæli með þeim, þetta eru norðmenn sem búa til þessar myndir. Þá hef ég bara lokið máli mínu eins og